Náttúrulegar vatnslindir eru oft fjarri þorpum í Mangotsi héraði eins og víðar í Malaví þar sem engir brunnar eru. Konur fara dag hvern langan veg til að sækja vatn fyrir fjölskylduna. Þær fara gjarnan 4 til 5 saman nágrannakonur í þessum hreppi, krókótta stíginn sem liggur niður að lindinni og gangan tekur klukkutíma hvora leið. Þær leggja af stað í dagrenningu alla daga ársins og þramma þennan moldarstíg eftir mikilvægasta vökva lífsins, vatninu, sem streymir tært og hreint úr krana hjá okkur og við sækjum fyrirhafnalaust heitt og kalt að vild. En fyrir malavísku konurnar vatnsburðurinn fyrirhöfn, erfiði. Þær eiga eftir að rógast heim með 20 lítra föt á höfðinu og slatt af hreinum fötum því vatnslindin líka þvottalög. Ef allt fer að vonum styttist fljótlega leiðin fyrir konurnar að heilnæmu vatni því það verið að bora í grennd við þorpið þeirra. Stórvirkur bor komið niður á 37 metra og fer dýpra í leit að vatni. Þetta eitt af verkefnum Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í Malaví að bæta aðgengi íbúa Mangotsi héraðs að drykkjarvatni og jafnframt að bæta hreinlætisvenjur. Fátt bætir heilbrigði fólks í fátækum þorpum meira en hreint vatn. Helmingu þeirra sem leggjast inn á sjúkrahús í löndum eins og Malaví þar vegna vatnstengdra sjúkdóma og rúmlega 2 milljónir barna deyja árlega í þróunarríkjum vegna mengaðs vatns. Frá árinu 2010 telst að vera brot á mannréttindum að hafa ekki aðgang að hreinu vatni, samkvæmt samþykkt á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Í þessum hreppi Chimwala ástandið óvenju slæmt miðað við meðaltalið í Mangotsi því hér hefur aðeins helmingur íbúanna aðgang að hreinu vatni. Á 4 árum ætlar héraðsstjórnin í samvinnu við Íslendinga að gera bragarbót í þessum efnum, bora 150 nýjar borholur, lagfæra eða handgrafa 200 vatnsból, þjálfa 350 vatnsnefndir og bæta hreinlætisvenjur. Í lok verkefnisins eiga 8 af hverjum 10 íbúum hreppsins að geta gengið að hreinu vatni spölkorn frá heimili sínu og þá þurfa þessar konur og þúsundir annarra ekki að ganga daginn langan eftir fáeinum lítrum af vatni.